Já, góðan daginn. Býð alla velkomna á þennan kynningafund. Við erum á ferðamálastofum í samstarfi við KPMG og ferðamálaráðuneytið að kynna skýrslu sem við erum búin að vera að vinna að undanfarnar vikur. Fjárhagsgreining á stöðu ferðaþjónustunnar farið í gegnum árið 2020 á grundvelli ársreikninga 2020 sem lágu fyrir árslok. Og síðan spálíkön sem að segja okkur til það hvernig við sjáum árið 2021 þróast. Þessi skýrsla verður birt núna á 12. tímanum á vef ferðamálastofu og síðan verður þessi kynningafundur líka aðgengilegur á vefnum fyrir þá sem að vilja sjá hann eftir á. Einnig fréttatilkynning sem svona dregur þetta saman í styttra máli hvernig þetta liggur fyrir. Það var margir komið að þessu verki ekki bara sá hópur sem að skrifa skýrsluna heldur líka ýmsir aðrir hjálplegir varðandi gagnaöflun og fleira og við þökkum þeim öllum kærlega fyrir. En fyrst Lilja Dögg Alfreðsdóttir ferðamálaráðherra, gjörðu svo vel. Já, kæri þakkir Skarphéðinn og ég vil nú bara byrja á því að segja sæl og gleðilegt ár og ánægjulegt að sjá ykkur, sérstaklega á þessum fundi og vil líka segja að ég tel að séu algjör forréttindi að fá að starfa við ferðaþjónustu og það svona eiginlega tvennt sem ég vil svona nefna í þeim efnum. Það annars vegar svona bara efnahagslegt gildi ferðaþjónustu fyrir íslenska hagkerfið og svo hins vegar það svona persónulegt og ef ég kannski byrja á þessu efnahagslega þá það auðvitað þannig að með tilkomu ferðaþjónustunnar þá kom auðvitað fjöldi nýrra starfa inn í íslenska hagkerfi sem áður voru ekki til og svo var það auðvitað svo árið 2019 ef ég man það rétt að þá voru 42% af gjaldeyristekjum þjóðarbúsins koma frá ferðaþjónustunni. Margir hugsa, já, þetta mjög stór tala og hún það svo sannarlega en það sem kannski vantar oft og ég hef nú áhuga á því að ræða seinna hvaða gildi þetta hefur fyrir hagkerfið okkar. Það sem gerist að það verður svona gjörbylting á greiðslujöfnuði þjóðarbúsins. Allt í einu förum við að framleiða meiri gjaldeyri en við notum. Þannig að mínu mati sá efnahagslegi stöðugleiki og stöðugleiki gjaldmiðilsins tilkominn vegna ferðaþjónustunnar. Og þetta breytir hagstjórn og þetta breytir í raun og veru því bara hvernig efnahagsstjórnunin hefur verið á síðustu 10 árum. Þannig að ég þreytist ekki á því að tala bara hvað ferðaþjónustan skiptir miklu máli upp á stöðugleika. Svo í annan stað það persónulegt, svo að maður nefnir það að ég hef sjálf alltaf haft mjög gaman að því að ferðast og hef ferðast víðan völl, fór í bakpokaferðalag til Kína 1994, þegar enginn var þar á bakpokaferðalagi og búin að taka allt Indland og búin að vera út allt, þannig að mér finnst ferðaþjónustan og allt sem tengist henni afskaplega heillandi og það má ekki gleyma því að þetta það að fara í ferðalag eitthvað sem fjölskyldur og einstaklingar hlakka iðulega til og þetta oft eitthvað markmið sem þau setja sér og þess vegna eigum við auðvitað sem ferðaþjónustu land að leggja allan okkar metnað í það að taka vel á móti okkar gestum og það vel að þeir vilji koma hingað aftur. En ég ætla nú ekki ég var búin að lofa því ég myndi ekki vera mjög langorð en ég tel að það hvernig ferðamálastofa hefur lagt þetta upp og samstarfi KPMG sé mjög mikilvægt. Það þegar búið að kynna 2 skýrslur. Þessi 3. skýrsla fjallar efnahag greinarnar og hvar hún stödd. Það mjög mikilvægt að nálgast þetta viðfangsefni eins og hefur verið að gera út af því hvað ferðaþjónustan þjóðhagslega mikilvæg íslenska hagkerfinu. Þannig ég fagna þessari nálgun sem forveri minn lagði upp með og hvernig ferðaþjónustan að nálgast þetta. Ég ætla ekki að sjálfsögðu að fara yfir niðurstöðunar eða kynna innihaldið nema að
ég bara legg áherslu á mikilvægi þess hvernig við erum að nálgast þetta. Þannig að ég ætla í raun og veru ekki að segja mikið meira en ég hlakka mikið til að starfa með ykkur á þessum vettvangi og mun leggja mig alla fram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Lína. Nú þá er að koma sér í skýrsluna og við erum náttúrulega með fjölmargar glæru til þess að útskýra það sem við höfum verið að vinna við. Nú eins og var vikið að hérna áðan að þá er þetta þriðja skýrslan sem að þessir aðilar hafa unnið saman. Það kom út í apríl 2020 þá kom út skýrsla sem að fjallaði rekstur ferðaþjónustu fyrirtækjanna og það er skýrsla sem byggði á greiningu ársreikninga frá 2018. Í skýrslu sem að við síðan skiluðum í desember 2020 þá var farið í ítarlega fjárhagsgreiningu á ferðaþjónustunni á grundvelli ársreikninga 2019. Þar var meira farið að fjalla efnahag fyrirtækjanna, skuldir, hvernig þær hefur verið að þróast og þá borið saman við það sem var í fyrir skýrslunni varðandi reksturinn. Núna í þessari þriðju skýrslu þá erum við að skoða það, reyna að varpa ljós á það hvernig reksturinn hefur þróast á tímum COVID og núna þegar vonandi hillir undir að COVID klárist og við sjáum fram á betri tíð að þá hvernig efnahagur þá sérstaklega skuldir ferðaþjónustunnar eru og hverjar eru líkur á því að atvinnugreinin standi undir þessum skuldum. Ársreikningarnir sem að þetta unnið út úr eru frá 2200 fyrirtækjum sem að hafa skilað inn ársreikningu til fyrirtækjaskrár. Þetta öll ferðaþjónustun að undanskildu flugi og flugtengdri starfsemi. Það svona ýmsar ástæður fyrir því aðferðafræðilegar að undanskilja flugið og þetta með sama hætti eins og gert var í fyrir skýrslu. Ársreikningaskil voru betri núna í lok árs 2021 heldur en hafði verið áður og það er mjög gott. Þannig að við þurftum ekki að nota neinar eða í óverulegu mæli einhverjar aðferðir til þess að líkja eftir ársreikningum sem var ekki verið að skila. Þannig að nú og síðan varðandi 2021 að þá notum við spálíkon og ýmsar forsendur og útreikninga sem að við höfum þróað á þeim tíma sem við höfum verið að vinna þessar 3 skýrslur. Og notum það til þess að komast að niðurstöðu það hvernig við sjáum stöðu ferðaþjónustunnar vera núna í árslok 2021 og þá í samhengi við rekstur. En ég ætla að gefa Benedikt Magnússyni, sviðsstjóra hjá KPMG, orðið og fara yfir efni skýrslunar. Það verða ekki spurningar eða möguleiki á spurningum í lok fundana, þetta er kynningafundur, hins vegar þá fögnum við því ef það eru ábendingar eða annað sem að þeir sem að fylgjast með fundunum vilja koma á framfæri við okkur, að þá það alveg sjálfsagt að geta bæði hringt í okkur og sent okkur tölvupóst. En Benedikt, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og góðan daginn og gleðilegt ár. Já, ég hérna ætla að fara yfir hérna í dag stöðuna á ferðaþjónustu í árslok 2020 og rýna svona aðeins inn í hvernig árið 2021 mun líklega hafa þróast auk þess að svona velta því upp svona hvaða stóru áskoranir við stöndum þá frammi fyrir á þessum tímamótum. Þetta auðvitað svona kannski snögg yfirferð annars frekar ítarlega skýrslu sem þið munið að geta nálgast á netinu eftir fundin sem ég hvet ykkur þá bara til að skoða betur. En ef við byrjum á að skoða þá bara stöðuna í árslok
2020 að þá þetta ljóst að það er algjört hrun í komu ferðamanna og með þeim afleiðingum að við erum að sjá tekjur lækka um 200 milljarða milli ára og við erum að sjá 3 ára eiginfjármyndun þurrkast út og það þrátt fyrir umtalsverða stuðningsaðgerðir stjórnvalda á því ári. Við erum að sjá stöðugildum í greininni fækka 40% og þetta leiðir af sér að við erum að sjá aukna skuldsetningu sem komið fram bæði þá í vaxtabyrði skuldum en líka meðal skammtíma skulda sem við skoðum mun ítarlegri ár heldur en gert áður og ræðum betur hér á eftir. Nú, það sem þá að gerast að eins og sagði, það er 200 milljarðar króna tekjutap milli áranna 2019 og 2020 og bara eins og samkvæmt greiningu Hagstofunnar þá er þetta umtalsverð breyting sérstaklega horfum á hlut ferðaþjónustu í landsframleiðslu sem að lækka úr 8% árið 2019 í 3,9% árið 2020 og þetta er 60% tekjutap í greininni. Nú, þetta eru tekjur upp á einhverja 153 milljarða en það eru þó tekjur þarna sem tengjast á annars vegar stuðningsaðgerðir stjórnvalda sem við erum að meta á ykkur 15,6 milljarða árið 2020 og það er náttúrulega eðlilega var stærsta áskorun hjá fyrirtækjum í greininni að lækka rekstrarkostnað og þau eru að lækka rekstrarkostnað 152 milljarða og það er þá hluti af þessu stuðningsaðgerðum sem stjórnvöld settu á hjálpa þeim mjög að lækka kostnað hraðar til þess að greiðslu hlutabóta sem var 9,5 milljarðar fyrir þessi félög sem þýðir þá að félög geta hraðar lækkað þann launakostnað og enn fremur voru félög að fá stuðning í launum á uppsagnarfresti sem voru 6,2 milljarðar og þessar aðgerðir hjálpa félögum að draga mun hraðar og kostnað hefði geta gert en svo eru þetta aðrir kostnaðarliðir sem tekur þetta lengri tíma að lækka og félög væntanlega búin að gera hvað þau geta í þeim efnum núna. Launakostnaður og rekstrarkostnaður þrátt fyrir allt hár þó hann hafi lækkað mikið í öllu sögulegu samhengi. Þetta leiðir af sér einhverja 46 milljarða króna afkomusveiflu hjá þessum félögum og við erum að sjá þarna rekstratap sem nemur einhverju 26,5 milljónir króna samanborið við 20 milljarða koma rekstrarafgang árið 2019 og þegar við tekum tillit til annarra kostnaðarliða eins og fjármagnskostnaðar þá erum við að sjá heildartap greinarinnar félagi í greininni í kringum 35,5 milljarðar. Það þá þannig að rekstrartap var þó ekki algilt hjá félögum í greininni. Það eru þriðjungur félaga sem að skila jákvæðri rekstrarafkomu árið 2020 upp á okkur 6 milljarða en á móti eru þá 1488 félög sem að skila neikvæðri afkomu sem 33 milljarðar króna og þetta voru félög sem eru þá með 98 milljarðar króna af þessum 153 milljarðar sem heildarvelta félaganna og við merkjum sérstaklega hvernig ferðaskrifstofur fyrirtæki eru með jákvæða afkomu og enn fremur að það eru 10 félög sem standa að baki þriðjung rekstrartapsins. Eins og ég sagði áðan þá veitum við svona þróun skammtímaskulda sérstaklega athygli en svona þegar við horfum á bara krónutölulækkun úr 60 í 50 milljónir króna milli ára þá það kannski segir það ekki alla söguna því að lækkunin er lítil svona við setjum henni samhengi við bara umtalsverð minni rekstrarumsvif og við sjáum að
skammtíma skuldir hafa verið 17% af heildartekjum hvers árs síðastliðin bara þetta 4 ára skoðum við það þarna. En hún eru núna í árslok 2020 kringu 33%. Þetta svona gefur til kynna að þarna geti verið alltaf 25 milljarðar króna sem eru svona endurspegla óeðlilega háa stöðu hjá félögunum og þarna greinilega koma fram uppsafnaður skuldavandi vegna vanskila, frestunarsköttum og eða öðrum útgjaldalögum svo sem svo leigu og þegar við skoðum við útskýra aðeins hérna grafið sem hérna hægra megin, það sem við höfum gert hérna, við höfum skoðað bara svona hvað hefði verið svona sögulega eðlileg staða með við hlutfalli síðastan ár, hlutfall skammtíma skulda af tekjum og þannig að dökkblái kassin hérna endurspeglar þá tölu og meðan ljósblái kassin endurspeglar þá það sem við erum að segja sé ákveðin umfram skuldi, ákveðin skuldavandi, uppsafnaður vandi og þá kemur svolítið áberandi ljós hvað vandinn virðist vera mikill hjá gististöðum og tengist það án efa frestun á leigugreiðslum, húsaleigu og öðru slíku en það enn fremur líka mikil uppsafnaður vandi hjá afþreyingarfélögunum og það hlutfallslega mikil aukning hjá ferðaskrifstofum. Nú, eins og áður höfum við verið að vekja athygli og einhverju leyti haft áhyggjur af þróun á vaxtabirgði skuldum. Það hefur verið mikil skuldaaukning síðastliðin ár samhliða bara mikilli fjárfestingu uppbyggingu í ferðaþjónustunni. En vaxtabirgði skuldir eru þarna að aukast 23 milljarða milli ára og við drögum sérstaklega fram skuldir við tengd félög sem þá lánveiting frá mögulega einhverjum eignarhaldsfélögum öðrum félögum inn í til þessara rekstrarfélaga og þá í heildina þetta semst 209 en vaxtabirgði skuldir eru þarna 179 milljarðar. Hluti af þessari aukningu að koma fyrir tilstöðan 9 milljónir króna lánveitinga við tengdum stuðnings- og viðbótarláni sem voru þá úrræði sem stjórnvöld buðu upp á. En öðru leyti þetta bara skuldsetting sem komið til vegna rekstrarhalla og svo spilar veiking krónur aðeins þarna inn í. En fjárfestingar eðlilega að hafa takmörkuð áhrif á þessu aukningu. En þetta svona einhver leyti í framhaldi því að við vorum að benda á að í árslok 2009 var farið að bera mikilli skuldsetningu. Það var svo áhugavert aðeins að greina hvort að fyrirtæki greini var að njóta lækkandi markaðsvaxta og við sjáum það að reknaður svona vaxtaprósenta hjá félögunum hún klárlega að lækka milli áranna 2019 og 2020 en þá hérna auðvitað með sama hætti að nú þegar við sjáum að Seðlabankinn byrjar að hækka vexti að þá þetta eitthvað sem mun eðlilega auka á svona þessar ekstra áskorun sem félög greininni munu þurfa að kljást við. Nú eigið fé eðlilega lækkar í svona árferði og við erum að sjá þarna 3 ára eiginfjármyndun þurrkast út og við í þessari greiningu hérna erum við aðeins að skoða bara félög annars vegar sem með jákvætt eigið fé og önnur félög sem með neikvætt eigið fé þannig að félög sem með jákvætt eigið fé þarna með eigið fé upp á ykkur 84 milljarða meðan félög sem með neikvætt eigið fé upp á alltaf þarna 23. Nú það hins vegar áhugavert að setja þessa þróun í samhengi við mikla hérna áhrif sem stuðningsaðgerða stjórnvalda og hérna við skoðum það reynda betur aftar hérna í kynningunni en við skoðum líka aðeins bara hvernig þetta kemur við einstaka greinar í ferðaþjónustu og það sem við gerðum svona til viðbótar við það við skoðum hvernig staðan væri ef við skiljum frá 3 sterkustu félögin í hverri grein og það þá þau félög sem með hvað sterkasta eigið fé í krónutalið og þá má sjá hvernig
bara almennt ef við tökum þessi 18 fyrirtæki út af rúmlega 2200 félögum þá lækkar eiginhlutfallið úr 90% í 8%. Og eigið fé að fara úr 60 milljörðum í 17 milljarða. Og það sérstaklega áberandi að sjá hvað mikið lækkun hjá gististöðum og hjá ferðaskrifstofum. En þetta almennt ótrúlega mikið lækkun hjá hverju grein ef við kannski undanskiljum bílaleigurnar. Nú, líkt og við gerðum í greiningunum okkar í fyrra, þá erum við svolítið að skilja hversu víðtækur skuldavandinn og hvar hann að falla til á landsvæðum annars vegar og innan greinarinnar. En í heildina, það sem við erum að gera hérna að við erum að skoða bara vaxtabærandi skuldir, því að þetta eru 179 milljarðar sem eru vaxtabærandi skuldir. Við erum ekki að draga hérna lán við tengt félög inn í þessa greiningu. En þarna eru af 179 milljörðum 100 og 800 félögum með 104 milljarðar sem við erum að segja að séu bara ekki með nægilega sterka fjárhagsstöðu, skulda of mikið í samræmi við rekstrar afkomu. Og þegar við gerum þessa greiningu þá berum við saman við afkomuna árið 2019, ekki árið 2020, af því við telum þessi svona endurspegli betur getu félaginu í framtíðinni til að kljást við og greiða þessum skuldum. Nú, það þó þannig að þegar við skoðum þessa greiningu svona milli ára sjáum tilfærslu hérna á milli félaga sem eru rautt en við í lagi yfir í félög sem eru þá bara á rauðu og munurinn á þessum flokkum sá að við vildum skilja annars vegar hvaða félög væru mögulega með eignastöðu og veðstöðu sem gæti keypt með eitthvað tíma þá til að vinna úr þeirri stöðu sem komið og væri þá með veð gagnvart bankanum til að styrkja sína stöðu á meðan félögin sem eru þarna í rauða menginu eru þá ekki með veðstöðu sem styður við þær skuldir sem þær eru bera. Nú, ég segi þetta eru 800 félög en svo eru hérna 54% félagana í greininni sem að falla á þetta heilbreiðara svæði og það eru 57 milljarðar í skuldir á bakvið þessi félög. Þannig að þetta var staðan eins og við erum að horfa á hann í árslok 2020. En svo náttúrulega er heilt ár liðið og við erum að sjá að við erum loksins að fá kröftugum bata á þriðja ársfjórðungi og mikla fjölgun þá ferðamanna og við erum að heilt yfir erum að sjá þetta tæplega 700 manns koma til lands árið 2001. Það klárt mál og það dró heldur úr aukningunni í nóvember og desember þegar við fyrir að sjá fjölgun smita. Það er annað áhugavert í þessu, við erum að sjá ferðamenn dvelja lengur á landinu og það hjálpar við að þeir eyða það meira á sama tíma. En það sem annað kannski okkur fannst áhugavert og við erum að sjá að það eru nokkuð sterkar vísbendingur að árið 2022 geti farið kröftulega staði við sjáum fyrir endan á þessum miklum smittölu sem við erum klárlega að sjá í dag. Við erum að sjá að bókunarstaða hótelum í Reykjavík er að gefa til kynna mikla bætingu næsta ári og við erum að sjá að með alþjóðlega leitavélar og annars slíkt sem við getum sótt upplýsingar í en fremur að það sé vísbendingur að fólk sé að horfa miklu meira til að ferðast á árinu og þá er ferðaviljinn núna hærri en hann var að mælast fyrir COVID. Þannig að það eru vissulega sterkar vísbendingar fyrir kröftugri viðspyrnu þegar við sjáum aðeins í afléttingar á helstu ferðahindrunum. Eins og við komum nú áðan þá erum við að sjá ferðamenn dvelja lengur og
við erum að sjá til dæmis að kortaveltan hún var ekki nema svona 50% af því sem var á tímabilinu janúar til október 2001 samanborið við sama tímabil árið 2019 en við vorum bara á september og október og þá var þetta hlutfall að hækka í 85% og þarna erum við að sjá Bandaríkjamenn og Þjóðverjar koma mjög sterkt inn en með sama hætti erum við ekki að sjá Bretana breska ferðamenn taka eins rætt við sér eins og það líka eins áhugavert að rýna í svona breyttu neysluhegðun ferðamanna þegar þeir eru að koma til landsins og þau eru að dvelja lengur, þau eru að eyða meiru og það hefur, við höfum séð það svona sögulega séð að það skiptir gengi krónan mjög miklu máli og hún veikari en hún var til dæmis árið 2019 en svo áhugavert að skoða sem sagt hvernig þessi samsetning að breytast og við sjáum ef við skoðum bara samsetninga kortaveltu síðastliðin ár og horfum þá á 2020 og hvernig svona fyrstu 10 mánuðir og 2021 að þróast að ferðamennir eru að verja lægra hlutfall í neyslu í afþreyingu og gistingu og hlutaskýringu til þessi gistingu þó þeir séu að dvelja lengur og allt slíkt að verðin í gistingu hafa bara lækkað með að hafa lækkað eru enn og lág á móti og sjá hærra hlutfall í neyslu fara í leigu á bílum en þar vitum við að bílaleigurnar hafa geta verið að leigja bílana á mun hærra verði heldur en áður og einhver leyti skýrt þetta því að ferðamenn vilja ferðast sjálfstætt að kannski ekki vera minna í samfloti með stærri hóp ferðamanna út á mögulegust smittahættu. Svo erum við líka að sjá að þeir eru að vera meiri hærra hluti í verslun. Nú við skoðum aðeins bara vinnumarkaðurinn er þetta mjög áhugaverður í að skoða hann í þessu samhengi. Við erum að sjá bara á þessu COVID tímabili, við erum að sjá alltaf því 47% sveiflu í fjölda starfandi í greininni og gríðarlega svo aukningu þetta bara í fjölda starfandi frá ársbyrjun 2021 þar sem við erum 15.000 fjölda starfa í kringum áramótin og erum komin upp í 25.000 núna í þriðja ársfjórðungi 2001 og það verða að nefna það að mjög mikill fjöldi ráðningar árið 2001 fyrir gegnum ráðningarstyrki og hefjastörf sem þá stuðningstækir á vegum Vinnumálastofnunar og ferðaþjónustufyrirtæki voru almennt að svona stærsta hluta, mjög stóra hluta að nýta sér þetta úrræði og sem fólst í því að það var verið að niðurgreiða eða eitthvað taka þátt í launakostnaði þeirra sem var ráðan hafa verið á atvinnuleysisbótum. Það svo jákvætt að við erum að sjá fjölda launagreiðenda aukast. Við erum að skoða bara hvernig þetta hefur verið í október árið 2019, 20 og 21 og við höfum bara tölu fyrir gistaði, veitingastaði og ferðaskrifstofur í þessu samhengi og sjáum við til dæmis að fjöldi launagreiðenda á veitingastöðum er hærri heldur en það var í október 2019 á meðan gististöðum og ferðaskrifstofum er þetta svona komið í kringum 90% af því sem var í október 2019. Það svo annað áhugavert sem við erum að greina að það hlutfall erlenda ríkisborgara er orðið hátt og mun hærra heldur en það verið síðastliðin ár. Þetta var 38% í september 2021 og svona ef við horfum aðeins bara hvernig staðan er á vinnumarkaðnum í dag og hvernig ferðaþjónusta mun að geta svona mannað félögin í greininni svona þegar viðspyrnan hefst og þá var nú kannski, ef við horfum á 2018, þá var það tæplega 33 sem voru starfandi og samanborið við 25.000 á þriðja ársfjórðungi 21. 8 á þessu störf sem þarna mögulega þarf að manna og það er erfitt að sjá að þessi störf, þessi fólksmönnur sem kemur frá innlendum markaði og þetta verður væntanlega miklu hluta að þarf að sækja manna þetta erlendis frá. Þannig að hlutfallið af erlendum ríkisborgurum í þessar starfandi í ferðaþjónustunni mun á nefa bara halda áfram að hækka. Við höfum svo rýnt í
aðeins í áhrif stuðningsúrræða stjórnvalda og það verður að segjast að þessi stuðningsúrræði voru mjög kröftug og við heyrum bara mikla ánægju með þessi stuðningsúrræði með ferðaþjónustu fyrirtækja og við horfum hérna aðeins á og bara hvernig möguleg þróun að eiginfé hefði getað verið og hérna erum við búin að tengja það við spá okkar sem við gerðum fyrir greinina fyrir árið 2001 þannig að við erum að svona gera ráð fyrir því að þetta séu tæplega 60 milljarða lækkun á eiginfé á milli ársloka 2019 og 2001 og þau voru með 96 milljarða í árslok 2019 þannig að eiginféð þarna þá enda í ykkur 37 milljörðum í árslok 2001 en ef ekki hefði notið félögin hefði getið gengið að þessum úrræðum sem stjórnvöld voru að setja fram sem við erum að meta í heildina einhverja 36 milljarða árin 2021 sem þá annars vegar tekjuúrræði sem þá bara tekjufærstyrkjandi viðspyrnustyrkir, lokunarstyrkir og ferðagjöfin sem einhverjir 17 milljarðar sem væri eðlilegt að ferðaþjónusta væri þá tekjufæri á sér og svo það úrræði sem því að lækka þá að taka þátt í að lækka rekstrakostnað félagana eins og launauppsagnarfresti, ráðningarstyrkir hlutabótaleiðin og niðurfelling gistináttaskatts og þetta eru meta í kringum 19 milljarða. Þannig að án þessara aðgerða hefði eiginféð í greininni geta alltaf því þurrkast út. Þannig að það má draga hér bara skýrt fram hversu kröftugar þessar stuðningsaðgerðir stjórnvalda hafa verið. Nú, svo voru þetta frekari aðgerðir sem því að leysa lausafjárvandann í greininni, en það svona skammtímalausn. Félögin gátu sótt sér alltaf 10 milljarða sótti sér alltaf 10 milljarða í stuðningslánum og viðbótarlánum og svo erum við að áætla svona með við nýtingu ferðaþjónustunnar og hlutfall af nýtingu annar úrræða að þetta geta verið frestun staðgreiðslu launa hafi getað numið alltaf einhverjum 5,5 milljörðum. Þannig þetta um 15 milljarðar í svona skammtíma úrræði stuðningsúrræði sem félögin munu þá þurfa að standa skil á næstu og endurgreiða á næstu misserum. Og þá verið að benda líka á að heildarútlán ferðabréfasjóðs sem var settur á í COVID-árferðinu og þarna eru heildarútlánin í árslok 2001 komin upp í ykkur 3,2 milljarða. Nú, eins og við gerðum eins og ég segi í fyrra, þá höfum við verið að vinna með ákveðið spálíkan til að átta okkur á hvernig tekjur og afkoma og þróun efnahags getur verið í greininni. Þetta eitthvað sem við keyrum niður á félög í öllum greinunum og svona grunnforsendurnar okkar í módelinu eru þarna að við séum að horfa á 7.000 ferðamenn í árslok sem séu að koma til lands árið 2001. Þetta séu 3 milljónir gistinátta og við erum að sjá fjölgun í gistináttum klárlega inn í árið 2021. Við höfum rýnt að setja í svona þróun kostnaðar hjá þessum undirgreinum og við erum svona að sjá í gegnum þessa óverulega þróun sem eiga sér stað klárlega milli árinu 2019 og 2020 og reyna svona að skilja hvernig stuðningsaðgerðirnar hafa þá líka áhrif á rekstrarreikninginn. Við höfum gert ráð fyrir að félögin sé einhver leyti farin að byrja að fjárfesta til að viðhalda fasta fjármuni sem bara nauðsynlegt til að tryggja ákveðið rekstrarhæfi á þeim þegar bara til að styðja við daglegan rekstur. Nú það einhver félög sem eru þarna að skila hagnaði og reiknum skatt af því. Við erum ekki ná að mótela hér breytingar á veltufé og skammtíma skuldum en þó það þannig að þegar við keyrum okkur spálíkan þá erum við að gera ráð fyrir veltan verði 240 milljarða árið 2021 sem samanborið við 153 milljarða árið 2020 en 351 milljarð árið 2019. Þannig að það en talsvert í að við náum svona þeim styrk sem var áður í ferðaþjónustunni. Þetta leiði til þess að afkoman hún skána lítillega. Við erum að sjá rekstrarafkoma fyrir að rekstrarafkoma verði eitthvað nærri 21 milljarði samanborið 27 milljarða
árið 2020 og að vaxtabærandi skuldir séu að hækka einhverja 14 milljarðar króna í 192 milljarðar króna í árslok 2001. Þetta þá að leiða til þess einhverja 7% lækkun á eigið fé frá áslokum 2020 í að það sé enda ekstra kringum 12%. Og þetta keyrir við svona einhverju leyti til að svona átta okkur á því hver vandinn líklegur til að vera á þessum tímapunkti og við höfum áætlað að þetta sé þá alltaf 55 milljarðar króna sem svona er umfram þess að það væri svona eðlileg skuldsetning í greininni. Ef við erum þá líka einnig að gera ráð fyrir þarna þessum 25 milljónum króna sem þurfa að endurfjármagna af skammtíma skuldum og við skoðum það sérstaklega að við sjáum að það einhver félög sem að byggja upp sterkt og náða svona búa til eitthvað sterka lausafjárstöðu en það sjaldnast þau félög sem þá með óeðlilega háar skammtíma skuldir. Svo líka komin uppsöfnuð fjárfestingarþörf og hún getur numið alltaf 20 til 25 milljónir króna. Og svona það aðeins áhugavert að velta fyrir sér þess að þau keyra þessa greiningu niður á atvinnugreinar að þá og þarna erum við með sömu mynd og ég var að sýna framar í kynningunni þar sem við erum búin að keyra þetta með og án þessara sterkustu félagi hverju grein og þá sjáum við hvað staðan hjá gististöðum, hjá ferðaskrifstofum, hjá hópferðum orðin slæm og líklega til orðin slæm á meðan svona veitingarekstur og afþreyingar fyrirtæki eru svona á betri stað. Það er rétt að taka fram að hluti af veitingareksturinn í þessari greiningu eru félög sem eru svona ekki jafn mikið háð erlendu ferðamönnum en það hefur ekki mikil áhrif á þessa niðurstöðu. Þannig að það er ljóst að þetta verður stærri áskorun fyrir gististaði, hópferð og ferðaskrifstofur. En þetta eru þetta bara rosalega fjölbreytt staða innan greinanna. Og það er klart mál að mörg félög muni geta unnið sig úr þessu vanda með bætti afkomu frekari frestun fjárfestinga eða lengur lána. En það er þá ljóst að það mun koma að einhverju tímapunkti núna það sem mörg félög þurfa að fara að taka á þessari stöðu sem er komin upp og erfitt að sjá öll félögin geti haldið áfram rekstur nema að komi til einhvers konar hlutafé eða viðbótar hlutafé eða niðurfelling skulda. Við teljum og höfum sagt að frá því við fórum að skoða stöðunni greininni árið 2019 að það er mikilvægt að við förum að sjá frekari samþjöppun í greininni. Við þurfum að sjá fleiri sterkari félög sem geta þá leitt viðspyrnuna og það er eðlilegt að það gerist með einhvers konar samþjöppun. En hér hef ég segast á lokið minni yfirferð og bendi ykkur svo sem bara á að lesa skýrsluna til að svona fá þetta í ítarlegri yfirferð. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Benedikt. Þannig að nú liggur þessi skýrsla fyrir og hérna ef hún ekki komin á vefsíðun okkar þá er hún alveg að detta þar inn. Það sem við sjáum fyrir okkur að þessi skýrsla er þá grundvöllur til að taka samtal hérna hvernig staðan er og hvernig viðspyrnun getur verið háttað í ferðaþjónustu. Er eitthvað sem þarf að gera og hvað þá? Benedikt nefndi þarna nokkur atriði að efla fyrirtæki með sameiningu og slíku. Það er ljóst að það þurfa margir að koma því til þess að efla atvinnugreinina og gera hana aftur að því sem að hún var fyrirferðar mikil og öflug í íslensku efnahagslífi. Þetta er svona framlagið í það og við vonumst til þess að það geti gagnast. Ef það er einhver sem ég nefndi áðan sem vill spyrja tiltekin atriði, það er eitthvað óljóst eða hérna jafnvel telja að það sé eitthvað sem ætti að vera öðruvísi þá fögnum við þeirri umræðu og hvetjum til að fólk hafi þá samband við okkur.
En að því sögðu þá ætla ég bara að þakka fyrir þann áhuga sem þið hafið sýnt þessu og slít þessum kynningafundi. Takk fyrir.